Hæ, Inga hérna í Prjónablaðar-Ingu, þáttur 2. Við viljum hafa pínu jólaþema í dag og ég ætla að sýna ykkur hvað fór í jólapökkunum frá mér. Ég hérna taka þetta upp bara rétt áður en ég pakka inn og skila þessu. Þannig að já, núna er hvaða dagur er? Það er 15. desember og ég er að fara að skila með pökkum, þannig að ég ætla að nýta tækifærið og sýna ykkur fyrst hvað fer í pakkana frá mér í ár. Er nú ekkert að gefa eitthvað rosa mörgum, þannig að og það er ekki allir sem að fá eitthvað handprjónað. Við byrjum á því sem ég er. Þetta er Frøy. Þetta er franskt. Frøy. Veit ekki að segja þetta. Þessi er eftir Macy Miller. Ég hef alltaf kallað hann bara Frøy, svettir, eitthvað. Kann ekki að segja það. Og þetta er úr singulskapni frá Today I Feel. Og í þessa fóru tæplega 2,5. Þetta voru 242 grömm. Já, 2,5 hespa sem fóru í þessa. Gerði bara hvart erma, þetta alveg geti gert það lengri, en ég ætla að meira nota hana bara sem svona í pils og svona. Þannig ég hafa hann ekkert, mér langaði ekki að hafa ermatar alveg upp. Hún er með miklu blúndu yfir og bakið er líka opið. Og svo er hún bara, ef ég standa þessu upp. Já, það er stór blúnda og svo hafði henni ekkert heldur eitthvað rosa síða, Ég myndi alveg hafa peysu hingað. En já. En hún er bara mjög sæt. Það er ekkert geggjað að prjóna. Þetta er náttúrulega litli prjónar og slétt í hring, endalaust. Mér er skemmtilega samt úrtakan í öxlinni. Þá er stikkið hérna. Nei, betur hvað gerði ég? Nei, ég er bara eitthvað rugla. Þetta er svona, prjónar hérna og svo tekur upp lykkið bæði aftan og framan og eykur alltaf í. Er ekki búin fyrst í kafallan. Þannig og mótar, en eftir að þú ert komin, þú ert búin með þetta hérna, þá er þetta alltaf bara slétt í hring. Og já, ég gerði I-cord affellingu líka. En mér finnst það sæt, ég ætla að nota hana, reyna að nota hana sem spari. Reyndar gleymin stundum ég á hana. Og hef ekkert notað hana eitthvað brjálæðislega mikið. En mér finnst það að hefnast vel, allavega, finnst mér. Jæja, jólagjafir. Herðu, að sjá. Ég ætla að gefa svona flöskukósí. Þessi eru frá Feiki Knitting. Heitir bara flöskukósí. Jú. Og þetta er ekki aðeins, mér stór hjá mér sé ég. Það er alltaf, ég var að gera þetta úr afgangshespum. Þetta er bara ein græn, léttlópa dokka og svo átti ég hvít og svart. Þannig að ég bara að gera það. Sendi gleðileg jól neðst. Og
Mér minnir að hún hafi gefið þessa uppskrift í fyrra. Það var einhver Instagram posti sem ég sá jólin í fyrra eða eftir jól, eða fyrir jól í fyrra. Sem var bara jólaglæningu því allra og það var bara, mynd af þessu flöskukósi og svo leiðbeiningar með úrstökuna. Ég veit ekki alveg hvort það sé aðgengilegt ennþá. Ég ætla að fann ekki því ég var að leita í uppskriftunum mínum þá sá ég ekkert skjal það. Þannig að ég tók þetta af Instagram, fékk uppskriftina þaðan. Þetta fyrir jólapakka. Þessi fyrir jólapakka með bara töstflöskum. Svo gerði ég hérna nokkra svona jólaskraut. Ætli ég hengi það bara ekki utan á pakkan, ég held það. Þetta bara, afgangað, það fer valla neitt í þetta. Þetta bara, held ég bara ykkur 3 grömm eða eitthvað sem fara í þetta. Og svo þegar þú ert eitthvað tæpur gatni, það getur maður alveg, stytt þá, þau þurfi ekki að vera svona stórir, skilur, eða þau mjög alveg vera meira kublega, kubsleiri. Finnst mér. Mér er sætir, svo geta þær hangað á trénu. Ég gerði 3 svona. Kannski ger ég fleiri, ég veit það ekki, þannig tekur bara enga stund. En það fjallan í pakkana núna sem ég bara skila mér á morgun. En já, þetta heitir Resti Sukketói frá Creating for a Friend. Þessa uppskrift gat ég nálgast frítt inn á Knit and Note sem er svona prjóna app sem ég nota til þess að halda utanum allar uppskriftina sem ég á og öll verkefnin sem ég geri. Þar get ég skrifað inn, hvaða uppskrift ég mest hvar ég í uppskriftinni, skráð niður gatnamagnið og skrifa einhverjar, nótur, breyttu þessu, fannst þetta skrítið, óskipt þarna, passa að gera það svona. Og þá get ég séð líka eftir árið, sem þá byrja næsti þáttur, þá get ég farið yfir, eða svona séð hvað ég er búin að prjóna, úr mörgum metrum og mörgum kílóum eða grömmum að gatni, hvað mörgum verkefni. Það er mjög skemmtilegt. Ég held að næsti þáttur verður svona, förum yfir árið þáttur. Svo líka, maðurinn minn var að eignast eitt Pinkupons baby, fransískinni, systir hans það er ófætt núna, en það verður alveg bara splungu nýtt jólin. Þannig að þetta fór í pakka til. Gerði húfu. Þetta er uppskriftin 2 úr tungunum frá Litla Prins. Og þetta er kamper. Gatnið. Kamper. Ég held það. Það var einu sem ég skrifaði ekki niður. Allavega kamper. Svo gerði líka svona sæta sokkaskó, ballonstróf, og bara sætir. Vona að nýtist vel. Og litlar sætar tásur. Mér finnst allavega mega krútlegt. Mjög sætt. Svo þetta ætla ég líka að setja, ég var búin að, þetta var bara eitthvað sem ég átti, sem ég gerði í fyrra eða hitti fyrra. Svona nagring, bara búmallegarni, heklað og heklað snutti band líka. Ég man ekki eins og hvort þetta sé uppskrift eða hvort að ég hafi bara gert eitthvað. Eða herfði þér eyrunum, ég gerði einhverja heklaða kanínu, bangsa handa Bergrós einhvern tímann.
Ég held ég að bara nota eyrun úr þeirri uppskrift. Held ég. Og svo sundiband, það er uppskrift bara af YouTube. Þannig þetta fer í svona nýfætta barnapakka. Og þetta í rauninni eru bara sko einu jólagjafirnar sem að ég prjónaði þetta árið. Svona, já. Prjóna ekki rosa mikið jólagjafir, alveg bara af því að það er eitthvað sem að kunna vita það eða kunna að bara hugsa þú veist, gatnið, setja í þvottavél, setja í þurrkara. Þannig að já, ég prjóna frekar ef ég er beðin það. Eða á svona lítilkríli, mér finnst það svo hlýlegt að gefa pingu ponsu krílum eitthvað hlýtt. Hefði, svo ef við förum yfir klárin, ég var með eitthvað bönsaverkið síðast. Og hérna er blaðranke hals frá Indistrykk sem ég var að gera úr déggarni frá mér. Þetta er hálskragi stærð 4-6 ára. Þetta er eftir að þvoða það. Kannski leggst minnst betra, ég veit það ekki. Ég er búin að þvoa hana því það tekur mig alltaf svona 3 mánuði að þvoa eitthvað. Nei, ok, það fer eftir hvað hvenær, hvort einhver sé að bíða eftir hversu hvenær ég þvoði það. En þessi er bara nýlega tilbúin. Þannig eftir að þvoa hann. Þetta, það fóru 60,6 grömm í þennan. Þannig ég gæti kannski gert sko úr 100 gramma hespunni, gæti ég kannski gert annan minni. Þetta er stærð 4-6 ára. Og mér finnst hann bara frekar sætur. Það byrst hann ekki alveg að vinna með manni. En já, allavega. Svo kláraði ég sokkana á hann Beggo minn. Gerði bara 1 par á hann. Ég gæti alveg náð öðru pari kannski á mig úr þessu. Þetta er bara gert sem sokkasnokkur eins og ég sagði síðast. Og svo klípum við bara fyrir hæl, gerir stroff og tá. Já, þetta er gæt frá mér, úrskæðarliturinn. En þessi brúni var gæt sem ég átti, sem ég fekk í jóladagatalinu frá Hegg-Stævörk í fyrra. Fannst það bara passa svona ljómandi vel við. Og líka eftir að þvoa þá. Og ég á ekki svona sætan sokkastrekkjara. Heitir þetta eitthvað? Sokkastrekkjari. Það sem að setur klæðisokkin í meðan það er þarna. En já. Sokkarakallinn. Síðan verð ég að gera sokka mig. Ég er ekki alveg búin með þá. En ég hugsa nú að ég klári þá fyrir jól. Þegar þið eru að horfa. Þá held ég nú að þeir verða þarna tilbúinir. En ég er samt búin að koma hérna. Náði í 2 pör. Sokka og tá. Og á eftir að gera hælinn. Ég átti eftir að ákveða mig hvaða gatn ég myndi setja í hælinn. Af því ég kláraði rauða gatnið sem fylgdi með. Í hæl og tá á báðum pörum og eftir að gera hæl. Og þetta var sokkasett frá Vatnsnesíðan. Eins og ég sagði síðast. En ég á einna liti. Það sést ekki vel liturinn. Ekki alveg réttur. Gæti þetta svona dökkgrænan. Eða svona antíkbleikan. Ég var ekki að pæla í henni Instagram daginn. Flestir sögðu bara grænt í bæði pörin sko. En ég veit það ekki. Mér langar kannski að hafa einn. Mér langar að hafa sitt, ekki alveg eins. En þessi hérna er mjög sætur. Bara synda hann
sjást ekki alveg réttur í myndavélinni. Hann aðeins svona dekkri en það sést. En ég skal gera eitt svona og eitt svona. Og bara eftir að mæla út, þú veist, hvar ég tek upp lykkjur og klippi til svona á hælnum. En það allt í lagi. Það tekur enga stund og ég verð búin með það þegar þessi þáttur kemur út. Ég alveg handviss það. Þetta var einn sem ég búin að klára. Ég ennþá að gera peysuna. Allt í flækju því að gera tvær. Ég gera báðar armbandir í einu sko. Úr einni dokku og þá þetta allt í klessu. Ég að gera gust. Ég á eftir að gera stroffið. Aðalega því að ég veit ekki. Nei, ég held ég þurfa að kaupa einu dokku viðbót. Ég á síðustu dokkunni að gera ermarnar. Þannig að ég er svolítið armlangur. Handbaggur minn. Þannig ég held ég þurfa að kaupa alveg, nýja dokku og gera allavega stroffið hérna. Og kannski stroffið á ermanum líka með þá nýju dokkunni. Af því ég er ekkert alveg viss að ég fái sko sama lotunúmer á dokkunum þegar svolítið síðan ég keypti þetta. En það kemur ljós. En það er alltaf, það ætti ekkert að það ætti að sleppa bara í stroffin. Ef að ég næ þessum alveg. Alveg í ermarnar. Og svo önnur dokku með stroff. Ég held það. Ég get náttúrulega ekki sýnt það alveg. Og á eftir að kraginn verður eins og ég sýndi ykkur alveg síðast. Ég sauma hann niður. Og ég er búin að máta á hann og hann verður flottur í þessu. Og það er líka markmið að klára þetta fyrir jól. Kannski bæti ég bara við texta hérna. Hvort að ég sé búin eða ekki. Svo náttúrulega er bara búið að vera brjálæði að gera í jólaundirbúningi. Ákváðu líka að svissa herbergjaskípunum hjá krökkunum. Þannig að það er líka mega stressað koma þeim inn í herbergi fyrir jól. En það reddast allt saman. Svo en mér vantaði samt eitthvað annað verkefni að gera. Í öllu jólastressinu. Þannig ég átti afgangsbobín hingað sem fæst í flóða fjöru. Þetta er sko endur unnin bómull. Ég ætla ekki að sýna ykkur bara eitthvað ekki neitt. Ég held samt meira að ég sé að fara sko að reykja þetta upp af því mér langar að hafa, ég er að gera með sem sagt svona körfull að geyma bara teygjur og spennur og svona drasl í. Mér langar að hafa hann líka kassalega. Af því þá rúmast hún betur upp í hillu eða onni skúfu eða einhvers þar. Þannig held ég, reykja bara þetta litla hérna upp sem ég er með og byrja aftur. Ég er líka eftir að meta hvort ég sko ætli að nota minn nálastarð. Já, ég held það. Ég fann ekki réttu náluna þegar ég byrjaði. Þú veist alveg á engu. Því ég bara er ekkert rosalega þolinmóð. Fann bara númer 5. En þetta er skráð númer 4. Ég held ég hafi verið búin að finna samt. Í einhverjum póka. Já, ég held ég var búin að finna rétta nál. Ég held hún sé í einhverjum póka. En já. Annars er þetta bara allt sem ég ætlaði að segja núna.
Þátturinn kemur náttúrulega út þarna stutt eftir jól. Svo ég sé ekki að sýna hérna þetta litla sem fyrir pakkana. En mér langar ekki, ég held mér langar ekki að sýna það fyrir bara eftir aðfangadag allavega. Þannig að þið horfið á mig þá. Þótt að ég hafi tekið þetta upp miklu fyrr. Annars segi ég bara, ég vona að þið njótið jólana, hátíðana með ykkar besta fólki. Og vona að þið náið einhverju prjónastund. Einhverju eða prjónastund og bara njótið að prjóna og borða eitthvað gott og njótið með fjölskyldunni og vinum. Bara þá, já. Svo hitti ég ykkur bara næst líklega bara fljótlega eftir áramót og þá fer ég yfir hvað ég áorkaði prjóni á árinu sem er að líða. Þannig ég bara segi skáli kaffi og við sjáumst næst.